Swedish House Mafia með lagið Don't You Worry Child og það á vel við núna. Hafðu engar áhyggjur krakki því að FM 95 Blöð hefur hafið göngu sína þennan miðvikudaginn. Það er 21. ágúst, skíta veður en gleðin hins vegar hefur tekið öll völd hér í þessu stúdíói. Hér sit ég Auðun Blöndal og beint á móti mér Pétur Jóhann Sigfússon, verður velkominn. Nei, herru, nú bara heyrist ekkert í þér, af hverju það? Nei. Ég heyri ekki þér. Samt hækkað hérna hjá þér og allt. Sætlindu, maður sé að prófaði hinn mækin. Nei, það heyrist ekki heldur þér þarna. Ég þarf að fara að biðja tækni, mann. Þoli ég svona bull, maður. Halló, Nei, það samt sko, það kveikt á öllu hérna. Hvað gangi? Ég veit það ekki, maður. Ég kem bara yfir því. Já, sko, það kveikt á öllu hér. Ég skil ekki, ég þarf að... hérna þetta, maður sé að byrja. Prófaði að fara að tala núna. Nú þetta virka. Ég var bara komin, halló. Þarna ertu sjónlega. Hvað sé gællin? Já, bara fínt. Ég ekki búin að vera þetta með 2 ár, en ég fatt þetta fyrir rest. Hvað var að? Já, þetta kemur allt saman, sko. Já, þetta kemur allt saman. Góðan og blessaðan daginn, kæru hlustendur, nær og freyr, hvar sem þið eru á landinu. Til hamingju með daginn, Pétur Jóhann Sigfússon, komin hér. Til hamingju með daginn? Til hamingju með daginn. Það er náttúrulega alltaf til hamingju með daginn þegar ég sko. Já, þetta er líka mjög cool hjá þér að henda þessu í útvarpi. Til hamingju með daginn. Til hamingju með daginn. Já. Þið sem eigið ammæli. Nei, ekki þið sem eigið ammæli. Já, bara öll sömul. Hérna, þú ert í stuði, Pétur, nýkomin úr veiði. Já. Veitir eitthvað? Kom bara beint. Já, 2 fiska, 2 laxa. Já, ok. Ertu komið með svona bakteríuna? Þetta gaman? Ég búin að vera með þessa bakteríu lengi með þér. Já, ertu mikið veiðikall? Já. Þú náttúrulega byrjaði að snemma að veiða stelpur en nú ertu fann að veiða fiska. Já, nei, þú veist, ég var 6 ára gammal þegar ég fór fyrst að veiða, sko. Já, ok, þú fyrir alltaf að vera svona veiðikall. Já. Þú ert reynda veiði típan. Ég er svona típan í þetta. Þú vilt standa bara einn út í náttúrinni bara og... Já, enginn að tala við mig eða ekkert. Bara ég og á og veiðustöng og einhver snargeðu ykkur lax eitthvað starf sem maður kannski býtur á eða ekki. Já. En þeir eru skemmtilegi maður. Já, þetta er svona, eins og ég segi, þetta er ekta þú. Síðan reyndar er ég búin að átta mig á því að eftir því sem ég verið eldri. Já. Og núna bara, þú veist, núna í þessum veiðutúri ég átti allt í einu erfitt með að drepa fiskinn. Já, ég reyndar aldrei. Já, það geti ég ekki gert. Tekið bara einhver hamar og smalla andlitin á hann, mér finnst það ógeðslegt. Já, ég hef aldrei verið í vandræðum með þetta. Síðan allt í einu ég orðin eitthvað meir. Ég var allt í einu byrju allt í einu, ég átti bara erfitt með þetta. Það er mér svo miklu verra að þú ert að berja eitthvað svona laust fyrst. En það má fylgja sögunni. Að ég sleppti fyrsta laxinu sem ég fekk, sko. Nó. Ég gerði það alltaf. Á maður að gera það? Nei, ég gerði það ekkert alltaf. Yfirleitt þegar ég fer í veiði, þá fæ ég ekkert. Nei. Fæ ég ekki lax. En þegar ég mætti þarna, í þessa veiði, núna, bara sem að ég var komið ánga á mánudaginn, seinnipartinn á mánudaginn, heyrðu, þá þarna, ég kom á seint, sko. Þú veist, ég var búin að vera að vinna í daginn, það voru allir komnir upp yfir. Síðan hérna kem ég var búin að kasta svona 4 sinni, það var bara lax á, sleppt hann. Og var heil lengi að draga hann, heil lengi að vasast í hann, svo bara leti hann fara. Af hverju var hann svona lítill eða? Nei, bara, þetta er bara, af því þetta var hrygna á svona, og ef þú sleppir henni, þá á hún örugglega eftir að búa til fullt af fiskum, handa mér að veiða. Þetta er líka svolítið, þetta minnir á því á skemmtistöðum bæjarins núna líka. Já. Þú ert svolítið að taka catch and release, af því þú mátt ekki Hættu þessu Blöndal. Við erum með skemmtilega þáttandi catch and release. Hvernig það væri? Þá ertu svona aðtuga hvort þú getur veittar, svo þarfst að sleppa þeim að því út konu og börn heima. Það er ekki rétt í aðra. Ég veit það, og síðast þeir sem færið það. Hérna, við erum með magnað þáttandi, við erum með sturla staðrindir, brandarakeppnin er á sínum stað, Kiddi Balda ætlar að kaupa smáauglýsingu á Austurlandi, búinn að taka það upp og það er alltaf hefst. Kiddi Balda? Já, hann sá perrið eftir hvað er þetta, Kiddi Balda? Þetta nafn bara poppaði upp einhvern veginn þegar ég var að tala í símann, sko. Svo er líka hérna skellt á mig og meira, þannig að við erum með veislu handa ykkur hér í allan dag, kæru hlustendur. Við ætlum að byrja þetta eins og er á Miley Cyrus og hún vil ekki stoppa. Það lagið heitir We Can't Stop og er bara það er gott að byrja á þessu lagi. Já, það er alveg eitthvað stuð í þessu. Hvernig finnst þið Miley Cyrus? Sko, ég hef nú ekki talað við hana í einn personu, en það sem ég hef séð og heyrt er frábært.
Sannarlega frábært lag hér á ferðinni með, ekki minni mannesku heldur en Miley Cyrus. Við erum hér á Fantaferð, ég, Pétur Jónas Sigurðsson og Ötti Blöð. Þetta er útvarpsþátturinn FM 95 Blöð. Sætlitu. Herru, en það er komið að einhverju sem að mér finnst ekki nú hátt undir höfði gert fyrir slúðrið hérna í þessu þætti. Nú, ok. Það er samt á hverjum degi. Ég veit það er á hverjum degi, en þeir sem að yfirleitt eru hérna, þeir eru svolítið að gera lítið úr þinni miklu vinnu sem að fer í þetta. Já, reyndar, það er rétt þér. Ég sé þig, þú ert ofta að eyða bara hálftíma, 40 mínútum í þetta, finna gott slúður. Frammi, já, auðvitað, ég vil koma gott slúður bæði fyrir þig og hlustundur. Já, Sveppi til dæmis kann engan veginn að metta þetta. Nei, hann bara, ef ég minnist á Lindsay Lohan eða Kim Kardashian, þá byrjar hann að berja sjálfan sig. Já. En nóg það, við ætlum að fara í slúðurpakka dagsins. Hér kemur slúðurkóngurinn. Takk fyrir það, Pétur Jóhann. Ég ætla að byrja slúðrið á NSYNC. Sú hljómsveit gerir allt vitlaust hér fyrir nokkrum árum. Já, nokkrum árum, það er orðin einhver góð 10-15 ár síðan að NSYNC var upp á sitt besta. Og fremstu þar í flokki var að sjálfsögðu Justin Timberlake sem hefur átt stórkostlegan feril eftir þetta NSYNC-ævintýri sitt. En nú vilja strákarnir í NSYNC koma aftur saman og halda reunion og það er eitthvað verið að tala um að þeir syngi á MTV VMAs eða Video Music Awards. Já. En eini maðurinn sem er kannski ekki alveg að spenntur og allir hinnir er sjálfur Justin Timberlake sem var að sjálfsögðu aðal maðurinn í þessu bandi og ég fór svona pæli í þessu. Ég get ekki nefnt einn annan mann á nafn í þessari hljómsveit. Samt alveg fylgist ég með þeim á sínum tíma og við vorum að vinna á potti þegar þeir voru vinsælir og allt það. Já. Af hverju ósköpunum mætti Justin Timberlake sem er orðin vinsælasti tónlistarmaður heims og er að syngja Holy Grail með Jay-Z hérna allan heim. Já. Hann var að hanga aftur með strákanum í NSYNC og að syngja Bye Bye Bye. Ég myndi fara aftur og hanga með þér og Sveppa. Já, reyndar. Jó, kannski þetta sé svona eitthvað bara að hitta gömlu góðu vinin aftur eða. Eitthvað þannig pæling. Það er ég að tala bara mest hann verið að gera svo og ég er ekki að gera endilega lítið og strákan sem voru meðan með NSYNC. Meira svona bara lögin sem þeir voru að gera er bara ekkert í takt við það sem hann er að gera í dag sko. Nei, það er svo sem. Það er eins og þú myndir koma að hitta mig og Sveppa aftur og við færum að pissa í okkur aftur og blanda ógeðstrykk. Já, þú veist, ef ég væri kannski farin að leika bara, þú veist, ef Baltasar væri kannski bara farin að leikstýra mér og ég væri bara með Denzel Washington og Mark Wahlberg, við varum 3 félagarnir eitthvað. Já. Og svo kæmið upp svo hugmynd að ég væri að hringja þú myndir hringja mig og segja, heyrðu, það er að tala um að það væri geðvægt gaman ef við verðum með reunion 70 mínútur. Hjalti Úrsusallar að ræskella þig og svo ég að rassamæla þig og svo að drekka kindablóð. Ég myndi segja, gleymdu því. Já, það er þannig að er þetta ekki svolítið samhengið? Já, ég held, svona mér finnst það pínu, en auðvitað finnst honum örgulega gaman að hitta á, þetta er örgulega bestu vinnar hans ennþá. Já, ég myndi ekki koma að hitta ykkur. Nei, ég veit allt um það, þú myndir svona... Ekki sér. Ég veit með þess að hvernig þú myndir að prótsa og myndir segja, já, auðvitað er ég til maður, ef maður finnur tími í þetta maður. Ef maður finnur tími í þetta maður, ef ekki hringja okkur saman í næstu viku. Já, þetta er alveg potið. Svo varum við komið 10 misskáls frá mér. Hvað er að frétta þessir í júnión okkar? Já, alveg rétt maður. Hvenær voru það spáðið að gera þetta maður? Ég veit samt ekki með að drekka kindablóð og eitthvað svona. Ég myndi finna endalausar. Varst það þú sem sleikti köttin hjá okkur? Já. Alveg rétt. Það var gaman. Já, það var gaman, en það var eitthvað vesen út af því sem ég skil ekki. Kötturinn fílaði það. Köttur? Já. Þú varst að sleikja köttin? Já, hann var ekkert eitthvað svona. Hann fór ekkert undan í flæmingi. Nei, hann var bara með það. Svo er það Kanye West og tengdamóður hans, Kris Jenner, sem að fer endar svolítið í taugarnar mér, hún Kris Jenner. En, það er bara eitthvað. Það er bara eitthvað. Já, og hún er með sinn eigin spjallþátt núna í Bandaríkjunum á Fox sjónvarpsstöðinni. Og ég hef nú sagt frá því áður hér í slúðrunu að það var vesen, það er búið að vera vesen með þann þátt því að það hafi ekkert allt og margir vilja að koma í spjall til hennar. Það er að segja að fræga fólkinu. Hún hefur verið að fá svona, eins og þeir kalla henni slúðrunu B-listers. Ekki A-listers, heldur svona B-listamenn sem eru ekki alveg á toppnum en svona ger allt fyrir athyglinna. Þeir hafa verið að koma til hennar. En núna er hún búin að ná að plata tengdasón sinn Kanye West í þáttinn. Og hann ætlar að koma og ræða Kim Kardashian og nýja barnið og eitthvað. Er þetta sniðugt?
Hann svona A-lister. Já, hann má eiga það. Hann flokkast sem slíkur. Hann flokkast sem slíkur. Já, En þetta hún svona að þessu til þess að reyna að fá fleiri A-listers til þess að koma til sín. Já. En, Ég minna að maður verður bara að vota sín tóta. Já, reyndar. En þarna, náttúrulega, lettur hann að tala bara tengdasoninn, sko. Heyrðu, þú ert ekki slúrið búið? Já, svona eiginlega, sko. Já, ok. Hvað er spáð? Já, með auka slúður hérna. Gáttu með það? En Selena Gomez illt allstar. Það stendur í það. Ok. Söng og leikona Selena Gomez hóf tónleikaferðalagið sitt Stars Dance fyrir stuttu og eftir aðeins 5 tónleika hún farin að finna fyrir álaginu. Núna mér illt allstar, skrifaði Selena Gomez á Instagram. Hvað er þetta? Instagram. Ég ekki með þetta. Nei, ég heyri það. Heyrðu, en hún sko með ísbakstra á báðum fótleikjum, það myndaði henni hérna sko í svona engaþóttu. Býtu, hvað er þetta? Þetta tvítug stelpa? Já. Hvað, heldur 6 tónleika og fann að grænja henni illt alls það? Hún situr í svona leðurklæddri engaþóttu hérna. Hvað er hún að tuða? Ekki eins og sé að ferðast okkur að smárútum, maður? Með íspoka á fótónum. Já, illt allstar. Illt allstar. Veistu hvað, það minnir mér endar á svona í lokin þegar þú segir að henni sé illt allstar. Það minnir mig á þig í 70 mínútum. Hvað meinar þú? Það var alveg sama hvað við vorum að fara að gera. Alltaf var þér illt. Það er ekki rétt. Jú, þér var illt í bakinu og þér var illt í maganum og þér var illt í haustum. Þetta er ekki rétt þér. Illt í maganum og haustum. Þér var alltaf illt. Degi í bakinu, degi í hálsum. Það er nú alveg Ég reyna er nú ekki veist sem ég geti gert þetta. Það var ekki ég sem að vældi mest í þessu tríó í Auðun Blöndal. Pétur Jón Sigfússon og Selena Gomez eiga það sammeilegt. Þeim er allstaðar illt. Þetta er ekki rétt, kæru hlustendur. Förum í auglýsingar. Auðun Blöndal vældi mest á. Svo er það skellt á mig. Boogie Down Reykjavík með Brynju Péturs á FM Extra. Þáttur með endalaust groove og er ennþá meira smooth. Hip-hop, dancehall, R&B, house, soul og funk í háskerpu. Dansaðu með Brynju Péturs á FM Extra á 5-dagskvöldum kl. 9. Þú hlustar á FM Extra í gegnum FM 957 appið eða á vísir.is. Menningafjör FM 957. Vilt þú eiga möguleika á að vinna stórglæsilega vinninga á menningadaginn? Farðu í ein af 3 verslunum rúmfattalæsins á höfuðborgarsvæðinu og nældu þér í FM 957 blöðrum og vertu með hana með þér í miðbænum á milli 13 og 16 á laugardaginn. Við munum leita upp í digga hlustendur FM 957 og gefa fullt af frábærum vinningum. Þú gætir unnið glæsilegt Cube fjallahjól frá TRI Suðurlandsbraut, skemmtikort í skemmtigarðin Smáralind, ásamt Pepsi-pakka, gjafabréf frá biljardbarnum Faxafinni, gjafabréf frá E-Label og Evelyn og þar að auki fá allir vinningshafar 2 miða á myndina Kickast 2 frá Laugarsbíó. Vertu með okkur í menningafjöri FM 957 næsta laugardag. Taktu, bardagísinn á 150 krónur í allt sumar. Látt ekki bjóða þér hvað sem er. Sendu ábendingar verðhækkanir á vertuáverði.is. Stöndum saman og rjúfum vítahring verðbólgunar. VAFM, félag vélstjóra og máltæknimanna. Stundum þarftu smá lán strax. Þá þarftu smá ást. Múla býður upp á skammtímalán. Múla.is. Peningar á mannamáli. Spotify tónleika Símans í kvöld klukkan 8 á Kex. Sometime, Hjaltalín og Ylja. Horfðu á lifandi streymi á símin.is. Símin, Spotify og þú. Koktelsósa Fabrikunar fæst í Hagkaup. Af því að frönskurnar þínar eiga aðeins það besta skilið. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Keaskir, prótínríkt, bragðgott og mjúkt í máli. Þú á vítapunktinum, David James í markinu og 100.000 króna inneignarkort í boði. Já, þetta er dramatískt, en þetta er líka dálítið skemmtileg. Skráðu til leiks á orkan.is og láttu það verða þér víti til sparnaðar. Orkan. Egilskuld kynnir, tónlistar og kvikmyndakviss alla 50 daga klukkan 8. Spurningum varpað á risaskjá. Tilboð og gull. Láttu sjá þig. English pub við Austurvöll. Egilsgull. Léttul. Góndurafsláttur í Griffli á skiptibókum. Griffill, Skeifunni 11.
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is Holtasmára 1, Kópavogi. Topp tónlistarstöðin FM. Þetta finnst mér geggja lag. Lana Del Rey, Summertime Sadness heitir það. Já. Og já, þetta enda svona einhver remix útgáfa. Mér finnst það sveimi það bara flottara þegar í rólegri útgáfinni. Já. Þannig að hlusta svolítið á það. Ég hef aldrei hýrt það svona. Töffarið sér bíja. Nei, þetta er svona eitthvað remix. Þetta er remix? Ágætis remix, einhverja síður. Var það einhver hérna á FM sem að gerði þetta remix? Nei, við fáum þetta nú bara sendt svona utan. Já. Ok. Einhver útlendingur sem hefur gert þetta? Já, þetta var ekki eitthvað Yngve Eysteinsson í herbergi að leika sér eitthvað með plötuspilara, sko. Nei, ok. Nei, það var ekki svo gott. Og ekki Kitty Balda? Nei, Kitty Balda, hann er á eftir. Og Skeltami. Reyndar er ég með hugmyndi Skeltami sem ég ætla að bera undir eftir. Já. Sem við vonandi verður ránaði með. Já. En ég ætla að segja þér hérna, ég veit ekki okkur, ég var hugsað til þín, Pétur. Já. Þegar ég las þess að hérna frétt. Já. 1 af hverjum 4 hundum er þunglindur. Og það er búið að það er búið að sanna það að 1 af hverjum 4 hundum er þunglindur. Og þetta er víst, Hvernig, og hvað veldur því? Kemur ekki fram? Nei, það stendur nú ekki hérna. Það stendur bara a new study claims that 1 in 4 dogs is clinically depressed and show signs such as pacing og eitthvað fleira. Já, ég meina þunglindir svo sem getur stafað af ýmsu. Ég á samt að En það er að koma hérna líka sko núna einhver hópu sem kallast Home Alone Dogs. Þetta er sem sagt það er verið að setja einhver heimili fyrir þunglinda hund. En ég meina það er erfitt að sjá þetta fyrir sér að hundar geti verið þunglindir. Já, ég verð nú bara að segja eins og vel. Og hvað þá sem komið heimili þess að hvað, þeir að hittast þar allir bara að ræða þunglindir. Þetta er meira röglega. Já, bara læra aftur mín, þú sérði alveg, við þurfum að fara með hann í Home Alone hverfið. Við náttúrulega við höfum bara okkur að miða við. Skilur, við mannfólk, ég og þú. Já. Við svona, yfir hverju geta hundar verið þunglindir. Ég menn ekki vesen hjá með vinnunni. Ekki eru vesen í vinnunni. Nei. Þeir eru ekki að borga reikninga. Nei, það er ekki lán að falla á. Nei. Þeir eru ekki með áhyggjur að auka kílóum. Nei, en ég held að sé líka ég held að sé ekki algengt að einhver tík sé að halda fram hjá hundi. Já, ég meina, ef það gerist þá er hundunum alveg sama. Já, það ekki. Þeir eru að því sjálfur, skilja, hundar er bara, gera bara... Já, ok, það er ekki svona hjónabandi á hundum og það er ekki svona framhjáhald og... Nei, þannig að þeir eru ekki þunglindir yfir því. Nei. Yfir hverju eru það þunglindir? Þeir þurfa ekki, þeir þurfa ekki svona að fara sjálfur og finna sem maka. Þú þarft að gera það fyrir þá. Ef þeir alltaf fá sér á brottinn eða eitthvað svona, skilur þá, þarf þú að fara og redda eitthvað, hvað er þetta tíkaður? Og eitthvað svona, séðans að hundurum minn hérna með... Þú ætlar að pimpa út hundin? Já, þú veist, þetta er þannig og ég meina, og svo náttúrulega allt þetta eðlilega, þú ert ekki hún á að borða og þú ert að fara með hann göngutúr og pissa og skýta og það þarf ekki að gera neitt sjálf. Yfir hverju er hann þunglindur þá? Ég veit það ekki. Þau eru bara, rigning út í maður. Ég þól ekki rigningum, alveg. Inn í þeim að sítja er inni bara, geltandi bara. Þeir gelta miklu meiri rigningu. Og spáði líka að maður myndi svona skilja hundin sinn og skynja af hverju það væri þunglindur og þú myndi svona heyra bara, rigning og þú væri eitthvað svona, nei, spata, hlátt ekki svona bara, það er að fýta út í rigning. Reynda bara að vera bjartinn og jákvæður. Ég þól ekki rigningu svona. Þetta er svona þegar við erum búin að fara yfir þetta. Það er mjög steikt að hundar skuli vera þunglindir. Þeir fá allt upp í hendurna maður. Hvernig ætlum að sjá það á þeim? Ég minna, núna eru þeir yfirleitt alltaf hressir, þannig að hann sér hunda. Já, kannski er það svona góður að leyna þessu. Ég hef aldrei séð hund sem er eitthvað mega full. Og ég hef aldrei komið heim til þess að hvað er hérna, hundurinn í einhverjari fílu. Það er búið að vera einhver byrjingur í hann. Já, hann er þunglindi sjúklingur. Hann er bara þunglindur. Hann fór í greiningu, sko. Þú sér það aldrei. Nei, ég meina, þetta er eitthvað, ég veit ekki með þetta. Það var eitthvað mjög fyndið. Ég er bara þessi svipur að þú varst að leika þunglindan hund. Svona hundur í fílu. Horfur svona í begja hliða maður og allir eru fyrir honum. Já, við veitum ekki af hverju. Þetta er 1 af hverjum 4 hundum. Já, þetta er endar, mér finnst það samt svolítið að há prósenta, sko. Það er ekki öll vitleysan eins við. Nei, en við líka erum búin að kryfja þetta og við skiljum ekki af hverju þeir eru þunglindir. Kannski út af regningunni eða veðrinu. En hundur sem er að Flórida, hann getur ekki verið að kvarta undan veðrinu. Nei, þá er bara... Alltaf mikið sól.
Já, þá finnur þér eitthvað annað. Það allt og slíkt. Það heitir það, ég alltaf kál og... Fyrir ég allir, ég þá lengi, mér langar að raka mig, já, ekki raka mig. Þetta sé ykkur hundu þungleitra því hann kafl lóðinn. Já, alveg. Ég þreytur á svona lóðinn, maður. Ógeðslega leiðilegt að kúka maður og festist aldrei í rassanum. Já, þetta er pirringur og vesen, en... Já, þá vitið það, einn akkurum, tekkið á hundurum eitthvað þegar þú komið heim, kæru hlustendur, því að kannski er hann þunglindur og vonandi getið hjálpa hann. Talið við hann. Taka fram hvað þetta lag heitir lengur, en fyrir ykkur sem eru að hlusta í fyrsta sinn, þá heitir þetta Holy Grail. Þetta lag og með þeim Jay-Z og Justin Timberlake, þeir að hlusta hér á Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon í FM. Gjörsamlega frábært lag. Gjörsamlega frábært lag, ég þetta sammála því. Það er kósí miðvikudar 21. ágúst. Og já, ég er að spá í kæru hlustendur spá að koma Pétur Jóhann aðeins hérna óvart og Nú, hvað er það? Já, ég er að spá að dempa aðeins ljósinn Ég kann vel við Það er rigning úti, Pétur, og ég væri bara til í svona ég átti ekki eitthvað svona falleg orð handa okkur. Falleg orð í? Svona bara fyrir mig og hlustendur. Já, rólegt og Já, hvað getur þú sagt okkur svona í skamdeginu? Já, komið sæl og velkomin í Rólegt og romantist hér hjá okkur í FM 95 blöð, ég heiti Pétur Jóhann Sigfússon og ætla að fylgja ykkur inn í kvöldið. Og það er gaman að segja frá því að eins og Auðun sagði hér áðan, þá er 21. ágúst og sá dagur merkilegur fyrir margar sakir og ég var að drepa hér niður í sögu rómantíkur í gegnum árin og rómantík, það er talið að svona almenn rómantík á milli fólks hafi byrjað einhvers staðar í kringum 1790, sjáu þið það. Og rómantík í rauninni táknar ákveðna stefnu sem að ríkti í ákveðnu tímaskeiði í evrópskri menningarsögu og náði hámarki. Náði hámarki á árunum 1790 til 1830 en við ætlum ekki að vinda okkur velta okkur meira upp úr því við ætlum að vinda á okkar kvæði í kross og hlusta á ljúfa tóna hér með Phil Collins gjörðu svo vel Þú væri sko, þú ert þetta alveg með röddin í þetta Já, frábært lag hér með Phil Collins romantíkin í algleymingi Hann kann þetta hann, Phil Collins Já Þetta lag minnir mig alltaf á kvöldstund sem ég átti á Hotel Borg með konu sem er ekki lengur í lífi minni núna Nei, hún er farin en stundin var góð Nei, já, er það gaman að þessu? Þetta var rólegt og romantist Ekki vildum meira Nei, það styttist hér í Skellt á mig, perrin hans Péturs Ég ætla Hvað svolítið aðtæðanum með þetta? Já, þetta er samt núnaðan bergaðar Fórst að bulla eitthvað tíma romantík og svo eitthvað Já, hvenær byrjaði romantík? 1730 eitthvað 1790 Já, það gæti ekki verið saman Fyrir með auglýsingar svo er það Skellt á mig og Kitty Balda sem er að fara að setja nýja auglýsingu og það á Austurlandi núna Element og Corona kynna Klúbbakvöld með Superflú og Samaris í Hlíðarsal Hallem á Menninganótt ásamt Ghost og Björsa Brunahanna. Hvar verður þú? Þann 24. ágúst. Universal kynir Kick-Ass 2. Who the hell are you? I'm Kick-Ass. Þau eru mætt aftur til að klára það sem þau hófu. The real world needs real heroes. Aaron Taylor Johnson, Chloe Grace Moritz og Jim Carrey. I'm here to end Kick-Ass. Kick-Ass 2. Frumsýnd 21. ágúst í samstarfi við Coke Zero og Lenovo. Ekkert babb í bátinn minn takk. Bara brakandi ferskleika. Hlöllabátar. Ávallt ferskir. Tökum flugið á menningarnótt með flugfélagi Íslands. Spotify tónleikar Símans í kvöld klukkan 8 á Keks. Somtime, Hjaltalín og Ylja. Horfð á lifandi streymi á símin.is. Símin, Spotify og þú. Sýndu okkur hversu einbeittur þú ert. Taktu þátt í skólaleik OK-búðarinnar á Facebook og Instagram. Við finnum réttu tölvuna fyrir þig. OK-búðin Höfðabakka 9. Taktu þátt í söfnunarátaki Bláa naglans á bláinaglin.is. Dregnir eru tveglegir vinningar. Allir þeir sem styrkja með símtali geta átt von á vinningi. Meðal vinninga eru flugferðir innanlands með Flugfélagi Íslands, snjallsímar frá Nova, luxusgisting á Hótel Rangá, dráttarbeisli frá Víkurvögnum, gjafabréf í Perluna og fleira.
Þú finnur allar upplýsingar á blauinaglin.is. Epli, Laugavík og Smáralind. Epli.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö, á FM 957. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. Íslenskt, já takk. Þetta eru CCA hér með Restless. Það er svona, þetta ekki einhver heitasta hljómsveit Íslands í dag? Og þetta orðið svo góður svona útastmaður. Íslenskt, já takk eitthvað. Það er Íslenskt, já takk. CCA. Já, frábært dag. Hér á FM. Hvað er þetta búin að vera lengi? 2 ári núna í haust. FM 95 Blöð búin að vera í 2 ár. Við erum að vera tveggjara að spáði því maður. Og það leta fljótt að liða. Já, rosalega. Það er máli. Ég var einmitt að hugsa daginn hvað þetta búið að fljótt að liða. Já. Time flies when you're having fun. Það er nú stundum þannig. Já, búið mjög gaman. En kæra hlustendur, þið eru heppin. Eru þið tilbúin? Eru þið tilbúin? Vegna þess að þessi gæi getur sko sungið. Manstu eftir því. Þessi strákur getur sko. Nei, það var stelpa. Var það stelpa? Já, þessi stelpa getur sko sungið. Það voru þetta fyrir utan herbyggi í Idol, ég held þessi í fyrstu seríunni. 3 svona strákar sem kemur ekkert óvart séu til í aðra stráka. Voru með vinkonun sinni í Idol og hún var að fara að syngja og það voru þeir ekkert smá tilbúinir í að hún var að fara að inn. Þessi stelpa getur sko sungið. Sagði það svona í kameruna? Já, svo fór hún og kom aftur tilbaka og hristi hausinn og fekk ekki að fara áfram. Nei. Já, þeir trúðu því ekki. Já, leðilegt reyndar. Þetta áfendið? Já, mjög skemmtilegt. Þessi stelpa getur sko sungið. Þessi stelpa getur sko sungið. En kæri hlustendur, kæri hlustandi, ert þú tilbúin? Við erum að fara í sturlaða staðrendir. Auðun Blöndal. Já. Auðun Blöndal. Ég er tilbúin. Þú ert tilbúin. Það er fyrir öllum. Pétur Jóhann Sigurðsson. Ert þú tilbúin? Já, ég er tilbúin. Ok. Þá byrjum við. Já. Það er að minnstakosti 6 manneskjur í heiminum sem líta nánast alveg eins út og þú. Það eru 6 manneskjur í heiminum sem líta nánast alveg eins út og ég. Já. Og ég var alveg til að hitta eina af þeim. Siggi Hlöð. Siggi Hlöð, hjá mér sem þetta er þér. Nei, í mínu tilfelli. Í þínu tilfelli? Við erum alveg eins með. Þú og Siggi Hlöð? Já. Nei, það er endar, ég hef hitt náunga í Íslandi sem er mjög líkur þér, já. Og hann fær alveg að heyra það. Ég man ekki hvað, ég held að hvort hann var að vinna á Securitas eða eitthvað sliðis, getur það verið? Nei, það var ég, fáti. Varst það þú? Ok. Já, ég hef líka heyrt, það er fullt af, ekki fullt, en það er við og við sem að einhver kemur til mín og segist þekki einhvern sem að segja alveg eins og ég. Já, en svo hef ég líka lent í því að fólk segir, herðu, þessi er mjög líkur og svo sé ég mynda á honum og þá getur ekki verið alveg samanlega. Nei. Ok, kannski sé ég sjálf á mig einhvern veginn öðru í sig. Já, maður gerir það oft. En allavega 6 manns sem eru alveg eins og ég. Já. Og eru þá 6 alveg eins og þú líka. Þetta ávið allar manneskjur í jörðinni. Já. Að þeir, hver einasta manneskja, eigi 6 manneskjur sem eru alveg eins og þær. Já. Getur það make a sense? Er það hægt? Já. Eru þá ekki miklu fleiri manneskjur í jörðinni heldur en við höldum? Kannski. Ok, næsta. Þetta er mjög steikt en áhugavert. Heroín. Já. Þú er alltaf verið svolítið hrifin af því, eða ekki? Jú, ég býða nú yfirleitt til sjálfur. Heroín. Nei, djók. Var fyrst selt sem meðal við kvefi. Já. Það er nefnilega heila máli. Voru menn þá ekki svona bara vonast til að fá kvefi í gamla dag? Er þetta ekki eitthvað svona mest ánýtjandi sem bara getur lent í? Heroín, maður hefur heyrt það einhvers þar. Og heroín og kókaín og svona, þetta er allt bara gömul, svona bara lækna. Þetta er gammalt læknadóp, allt saman. Já. Í rauninni, sko. Það er bara eitthvað, ég sé ekki alveg fyrir mig bara, herra ástu mín, hérna, réttu mér hérna sprautuna á skeiðina, ég þarf aðeins að, ég er með bullandi kvef og heyra það, komdu með skeiðina og sprautuna og allt þetta kjafta þarna, þetta er í einhverju veski þarna. Já. Bara hérna. Já. Ég græði það. Akkur er pabbi svona, hann er svo kvefaður, bara út úr heiminum. Já, svakalega mikið nefrensli. Fólki heimsókn í eitthvað matabóð. Hvað er með Pétur allir upp í sofa og liggur alltaf slefandi í einhverja vín. Hann er búin að vera svo kvefaður maður. Já, svakalega kvefaður. Bara býtur að sprauta sig. Það er svo mikið nefrensli. Herðu, svo er hérna bíflugur drepa fleiri heldur en hákallar. Bíflugur drepa fleiri heldur en hákallar? Já, á hverju ári? Já, bíflugur, já, þannig að, já, þetta eru svona út af því að þær geta borið malaríu og eitthvað svona. Sammálinn, já, líka bara ráðast þær ekki á þig og eitthvað svona, eitthvað viðbjöð? Jú, nei, sko, bíflugur, nei, býtum við. Serðu fyrir Jaws, ef það væri bara svona bífluga framan á sem er að koma út af einhverjum svona runna.
Jaws, þá kemur svona á myndinni sem einn frægasti myndi allra tíma, kemur svona hákall upp úr sjónum, spáði að veri bara The Bee og svona lítið flug að koma. Gera nákvæmlega eins mynd sem fjallar bara bee. Svona bíflugur sem að ráðast á fólk. En það einhver önnur, það moskítoflug. Já, þú ert að tala bíflugur. Ég er að tala bara bíflugur. Stór hættuleg. Já, moskítoflug drepur held ég fleiri heldur nokkuð annað, sko. Já. En ég er að tala bíflugur bara. Þetta svolítið magna. Hérna er annað magna. Ég er með góða sturla staðreyndir í dag. Marilyn Monroe var með það í samningnum sínum að hún þyrfti ekki að vinna á meðan að Rosa Franka var í heimsókn. Já. Það voru bara pásur á tökum hjá henni. Nice. Þú þurfti ekki að vinna í það, hvað er þetta ekki, 57 dagar? Misma persónubundi. Já, það var bara frí tökum. Hún neitaði að vinna þegar er eitthvað Donald að segja á túr? Hún neitaði að vinna þegar hún var á túr. Nei, það er ekki Donald við það. Herðu, já, hún lét bara setja það í samning. Já. Því að þá var hún með skapsveiflur og annað stóð það líka. Sko, einhvers staðar ég líka, Tom Cruise væri með í samninga, hann vinnur aldrei meira en 8 tíma á dag. Nei, alveg niður. Það finnst mér. Hann getur það líka. Hann er komin á þann stall bara. Já, sko kvikmynda... Hafðu bara allt tilbúið þegar hann mætir. Já, ég veit það. Allt tilbúið. Kvikmyndabransin á Íslandi þannig. Það er aldrei unni minna. Það er alltaf 12 tímar. Já. Eða meira. Já, ég vil langa að geða þetta að vera með svona í samning. Það er líka, sko... Bítir vinni aldrei meira en 8 tíma. Hvað hefur maður líka oft spurt, sko, maður tekur eitthvað símtal og maður er búinn að lofa sér í eitthvað annað. Já. Svo bara svona, herðu, hérna, verður þið búinir fyrir 9, veistu það? Já, sko, svo líka oft, við ættum að getur búin svona 9, kannski, 9:30 kannski. Herðu, ok, takk fyrir það. Svo bara klukkan 10:30 situr með samlokun í rútu að bíða eftir að fara í tökur, sko. Og þetta er hvergi nærri búið. Það er langt í frá. Svo er það hérna, Mike Tyson. Já, við erum búin með Marilyn Monroe. Er eitthvað meira sem vildi ræða þar? Nei, ég fór allt í hennu, mér fannst við vera kvart eitthvað, ég og þú. Nei, alls ekki, mjög gaman að taka þátt í íslensku kvikmyndagerð. Bara að segja að þetta byrjaði bara að þú varst að tala um að Tom Cruise vinnur bara 8 tíma á dag. Já, hann er með í samning, eins og Marilyn Monroe er með í samninga, hún vinnur ekki þurr hún á túr. Bættu svo bara í samningi þinn eða út eitthvað óhamningisamur? Ég var að spáði að hafa þetta bara 6 tíma. Já, það er bara 3. Já, ég vinn bara 3 tíma í svo. Þú eru örugglega þvílíkt vinsæll. Já. Mike Tyson hefur viðurkennt að hafa verið í vímu á meðan hann tók upp Hangover. Leikarar myndarinnar sáu hann vera að fá sér í nefur reglulega og hjálpuð honum að hætta þessum óþverra. Þannig að hann var bara að hægja á kókaini meðan hann var að taka upp, Hangover, já, myndinni. Það var eitthvað æðislega sena maður. Já, hún spáði þess að Phil Collins. I can feel it. En hvernig heldur þessi líka bara að vera leikari og það er bara svona, hérna, fyrir heimsmeistari í boxi, Mike Tyson, hann er að leika hérna með smá cameo, sætlunur. Svo bara áður og veist að hann að sjú upp í ranan á sér í einhverju bakarbyggja hérna bara fyrir einhverju tökur. Hvernig kemur sena sem ég er í aðriði? Hvernig er Phil Collins hérna? Aðriði. Það hefur verið tilbúin fyrir þið, Mike. En hann er hættur þessum óþurra í dag, ánægður með hann. Já. Það er gott. Það er besta mál. Já, svo kemur hér einn sem fekk mig til að brosa þegar ég var að skrifa þetta. George W. Bush, fyrir Bandaríkjaforseti, sagði viðtali, þetta segir hann á meðan hann er forseti, að hann sagði viðtali að The Very Hungry Caterpillar, eða sem sagt mjög svanga lirfan, hefði verið hans uppáhaldsbók þegar hann var krakki. Og svo bók sem var í mestu uppáldi á honum þegar hann var, krakki eða barn. En það er endar eitt galli við það. Bókin kom út þegar hann var 23 ára. Nei. Þetta er ríkaleg. Það er til svo marga svona sögur að George W. Bush. Hann er með greindarstölu bara á við dekk, sko. Hann er alveg var alltaf að lesa eitthvað svona sögur. Það var hann að tala um þetta sem bara hefur uppáhalds barnabókin sem eitthvað. Hvað var hann þá? Lesa hann að 23 ára eða? Nei, þetta var bara eina barnabókin þegar hann var spurður að þessu. Já, hann er bara munað eitthvað. Já, eina barnabókin sem hann mundi eftir og bara sagði það, skilur. Bara laug. Já. Hver er uppáhalds? Mín? Lalli ljósastur. Hún reyndi að koma út held ég þegar ég var 11 ára eitthvað, mér fannst hún samt drullu góð. Já, mér fannst sko að það er eiginlega 2 sem... Það var alltaf bara Barbapappi og Einar Áskell mér og eitthvað svona, sko. Já. En hvað var hjá þér? Það er hans langt síðan þú varst. Hvað segir þið? Það var svolítið langt síðan að... Já, hvað meinar með því? Nei, bara... Þetta hafi bara verið bara eitthvað... Hvað var þínu uppáhalds barnabók? Nei, það var hérna... Mér fannst, sko, Palli var einn í heiminum var alltaf bara... Já, Palli var einn í heiminum líka. Mér fannst hún svo mikið svona duluð yfir henni. Já. Svo var önnur bók sem ég man alltaf þetta, sem ég man ekki hvað heitir, sko. Það var svona fiskur með bleika slaufu. Mér fannst það geðveik bók. Já, ok. Það var sérsagt, hann var...
Hvað meinar það? Ertu svona, já, ok. Nei, svona eins og alltaf að fara bara í næstu starind. Ég að fara að tala meira fiskinn. Já, fiskur með bleikaslefu. Heyrðu, og hann var með sko, hann var að fara á ball, eða fara að hitta einhverja skvísu. Hann var að fara á ball. Já, og hann langaði svo til að vera fín. En hann var náttúrulega bara fiskur, skilur við, bara eins og fiskar eru, þeir eru bara... Hann var samt með bleikaslefu. Nei, veitu, og svo var, mamman segði einhver frænkans, eða einhver annar fiskur lét hann sagði, já, ég er að fara á ball, mér langar ekki að fara, ég er ekki fín. Jú, þú voru fín. Eitthvað svona bleikaslaufu. Mér finnst þetta mögnubók. En ég er búinn að gleyma hvað hann heitir. Ok. Það er einhver að ringja, tjekka þig hvort hann viti hvað hann... Það er engin snákur grænmetisæta. Hvað sagðirðu? Engin snákur grænmetisæta? Nei, þeir borða bara önnur dýr. Borða ekkert annað. Þetta vissi ég. Það er engin snákur með svona einhverja sérþarfið með jólin hjá þeim. Nei. Það er bara, herru, hvað er hnetusteiki mín? Já, nei. Það er ekki til hjá snákum. Nei. Bara éta það sem að kjafti kemur. Og bara, þeir éta ekki grænmeti. Nei, reyndar þá éta bara önnur dýr. Já, bara önnur dýr. Svo er það hér síðasta Robert Downey Jr. Hann var farin að neyta eiturlyfja 8 ára gamall. Já. Byrjar að drekka 6 ára. Nei. Gerast hérna maður, skrítið að maðurinn hefur verið komin í ræsið. Það er uppeldið þetta maður. Bara komin í eiturlyf bara... Ekki byrja að drekka 10 ára aldur. Já. 6 ára? Já, 6 ára ég. Hann hlýtur að hafa verið eitthvað bara óvart. Og hann hættur að skýta á sig það? Hann er ekkert byrjar að drekka, hann hefur bara tekið fyrsta sopan. Nei, ég meina, hann fór ekkert sjálfur í ríkið og vestlaði sér. Hann hefur bara verið að stelast í. Þú verið á sumbli bara heima. 6 ára gutti bara upp í sófa, bara að kasta frá sér björndósum. Alveg búinn á því eftir daginn. Robby, það er verið að spyrja eftir þér. Slælum að gleyma, ég er á 7. björnina. Þú fer ekkert út að leika þar út Robert Downey Jr. Þá ertu bara inn í herbyggja að kýla fötu. Þetta er töffari. Þetta er maður sem ég verið til í að eiga eina kvöldstund með. Já, hann er líka búinn að rífa sig upp úr röglun. Hann má eiga það. Hann er á toppnum í dag. Þetta voru sturlaða staðreyndir. Þetta var sturla. Það var margt gott þarna. Marilyn Monroe. Í vítaspildukeppninni í áskorundarleik Orkunnar ert í dauðafæri á að vinna þér inn 100.000 króna inneignarkort. Skráðu þið til leiks á orkan.is. Allir leikirnir í enska boltanum í beinni á Home, Austurstræti 12, í boði Carlsberg. Ert þú búinn að kaupa bláa naglan? Styrktu verðugt verkefni og legðu þitt að mörkum. Bláinaglin.is. Allt fyrir hlaupið í Intersport. Intersport. Alvöru sport. Vertu með alltaf nýjasta á lagalistanum þínum í marathoninu á laugardaginn. Þeir sem kaupa snjallpakka hjá Símanum fá 6 mánaða Spotify Premium áskrift. Síminn. Vertu í sterkara sambandi. Ertu búinn að nýta þér afmælistilboð Dominos? Allar stórar pizzur á matseðli á 1390 krónur ef þú sækir. Og það er svo sannarlega ekki allt. Í dag fá 20 hefnir viðskiptavinir glæsilega gjöf frá okkur. Samsung snjallsíma frá Símanum. 20 hefnir viðskiptavinir geta á tjattað eins og engin sem morgundagurinn í nýjan snjallsíma. Pantaði með appi. Á netinu er í síma 58123445. Dominos. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. A4 skólavörurnar. Verum góð, betri, best. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. FM 95 Blö með ykkur hér. FM 95 Blö með ykkur hér. FM 95 Blö. FM 95 Blö með þér. Hæ, þetta er Pétur Jóhann Sigfússon. Þú kannast kannski mig úr þáttum eins og nætuvættin, fangavættin og dagvættin. Ég ætla að vera enn til 6 í dag. Og það er Já, það er bara að byrjaða maður. Sko, við ætlum að fara í dagskrálið, Pétur, sem að heitir Skellt á mig. En svo fór ég að hugsa. Skellt á mig. Já. Svo fór ég að hugsa, þegar við fórum í þetta síðasta miðvikudag, þá áttið þú eitt stórkostlegan karakter. Já. Sem að, ég fíla bara örugglega jafn mikið og þú fíla Kidda Balda. Já. Það er hérna, þetta var þetta pervert sem verður bara, hann verður ekki graður en hann verður svona... Hann æsist við skrýtna hluti. Æsist við hitt og þetta. Og það er líka sem er gott við þennan karakteriðin, sem að varst með að...
Já, það sem gott hann samt ekki dónalegur. Nei. Þetta er bara maður sem æsist svolítið við skrýtna hluti. Já. Og ég var að spá í staðinn fyrir að fara í skellt á mig ég myndi taka 1-2 símtöl og þú myndir henda í þennan sem æsist við skrýtna hluti. Já, ég alveg til það. Það ekki. Viltu fara aftur í eitthvað bókhaldsþjónustu til að byrja með? Var hún ekki svolítið... Jú, hann æsti svolítið við það, eða ekki? Það var svolítið gaman að því daginn. Já, ok. Þá var þetta hérna... Eitthvað svona... bókhaldsþjónusta sem eins ókynnormandi og hægt er. Já, ok, hérna... Bókhaldsþjónusta, góðan dag. Ok, þá er ég búinn að finna þetta. Viðskiptaþjónusta Árni. Vá, hvað það var flott, maður. Hvað segirðu? Það var bara flott hvernig þú sagðir þetta. Það ekki? Það er til ég að segja það einu sinni enn, þetta viðskiptaþjónusta. Árni. Hver er þú? Halló? Já, Axel heiti ég ætlaði bara að biðja að segja, hvað er þetta? Viðskiptaþjónustan á GG. Vá, þetta var geðvegt flott hvernig þú gerðir þetta. Gjörðu svo vel. Ég náði honum. Ég fekk hann til að segja einu sinni enn. Það var alveg þetta, hann gerði útlæði fyrir mig. Honum var þetta ekki fyndið. Þetta er ekki bara, þetta er annars svona fyrirtæki, reikni ekki samt. Hann er svolítið í þessum bara. Já, hann er ekki bara svolítið í bókhaldsfyrirtækjum. Vá. Já, hann er í því maður. Við erum bara svo flottir og hvernig þú segir bókhaldsfyrirtæki. Skilaborg, góðan dag. Já, ógeðslega flott. Já, halló. Hvað heitir fyrirtæki sem þú ert að vinna hjá? Ég sagði að þetta væri Skilaborg. Skilaborg, vá. Og er til ég að segja einu svona? Hvert ertu að hringja? Ég er að hringja til þín. Nenni að segja Skilaborg, góðan dag, einu svona. Já, af hverju? Bara fyrir mig, Skilaborg. Já, Skilaborg, góðan dag. Vá, það er geðvegt. Mér er svo flott þegar þú segir þetta. Hvað er það að gera þarna? Hvernig fyrirtæki er þetta? Þetta er bókhaldsþjónusta. Nenni að segja það einu svona? Nei, við kunum alltaf að tala. Nei, ég minn langar svo að þú tala við mig. Segðu bókhaldsþjónusta. Bókhaldsþjónusta, jú, gerð. Segðu nei einu svona. Sem þú varst að segja nei. Segðu nei. Bara eitthvað. Já, þú mátt líka þú mátt spyrja hvað sem það svitna, mástu. Já, svitna. Er heitt að það hjá okkur? Já, alveg. Segðu mér að sé heitt hjá okkur. Já, ok. Það er bara leikstjóri mættur. Já, hérna eru bara svona 2 einstaklingar sem eru bæðið með gems og en þetta eru bókhaldsþjónustur hjá þeim. Já. Halló. Já, góðan daginn. Þetta var bara svona bókhalds. Halló. Já, góðan daginn. Er þetta bókhaldsþjónusta? Já. Ok, og gerur skattframtöl líka? Jú. En sendur þú reikninga fyrir mann? Nei, ok, þannig að þú gerir bara skattframtöl og svona bókhald almennt? Já. Það er mikið að gera það hefur í þessu? Já, það er alveg nóg. Ok, þannig að þú er alveg sveittur? Já. Sveittur þau fyrir haus að gera bókhald og eitthvað skattframtöl? Ég segi það ekki kannski, en þetta er bara mjög gott og viðandi það sem maður er með. En þú ert sveittur, hvað værirðu til í að segja við mig að þú sért sveittur? Værirðu til í að segja það við mig að þú sért sveittur? Já, nei. Bara einu sinni, bara ég er sveittur. Já. Værirðu til í að gera það? Hvað meinar það? Segðu bara við mig að þú sért sveittur að gera bókhald og eitthvað skattframtöl. Ég er það, ég er sveittur. Einu sinni enn? Nei, láttu ekki svona fyrir þig. Jú, láttu ekki, bara einu sinni enn sveittur. Nei. Bara mig langar að heyra þig segja orðið sveittur. Já, þú skalt heyra að það fara á einhverjum öðrum. Gerðu það ekki láta svona. Já, sömuleiðis. Mér vantar aðeins upp á bara einu sinni sveitt. Djöð, það munaði litlum. Þetta var bara óþægilegt symptom. Þetta var óþægilegt. En þú vilt það? Já, ég elska líka að gefa. Hvað viltu? Hvað viltu? Ekki með einhvern pirraður. Já. Þetta var Perrin Axel. Það er ekki fínt nafn á hann. Axel, já. Hann er strax komin í uppáhald hjá mér.
Þetta er Rudimental hér með Feel the Love í FM 95 Blöð. Styttist í góðan vinn okkar sem að heitir Kitty Balda. Já, styttist í hann. Já, hann er verið að kaupa sér auðlýsingu hér eftir og hann er alltaf gaman á honum. Já, hann er öðruvísi perri heldur en vinnur okkar Axel sem er hérna á hann. Það er heldur að sé eitthvað núti samt sem að æsist við þetta, að heyra bókhaldsþjónusta eða menn skuli það skulle vera nóg að gera hjá mér í skatta Hammers að þú varst að tala við það bara ertu að gera skattaframdur já það er ógeðslega ég er hættur þessu það var nóg fyrir hann en býtu, ætlum við í brandarakettina núna eða? Ég veit ekki sko ég er með minn tilbúinn en ég veit ekki þú tilbúinn? Já, hann er samt bara svona la sko en við getum beðið með hann ef ert þú ekki reddi sjálfur? Ekki alveg, jú, ég finn bara einhvern svona í höfðinu þá. Ég ætlaði að finna einhvern á netinu en ég finn bara einhvern svona sem að ég geti eitthvað í höfðinu Og heldur þú getur gert það á skömmum tíma? Já Ok, þá er spurningu þá ekki best að ég byrji Minn er samt svona eins og ég segi ég hef alveg verið með betri brandara en í brandarakettunni Hann er samt ágætu vonandi Já, ég full að trúa þér í þessu Það ekki? Já Ok, hérna þá var það er sem sagt kennarinn hann spurði nei, ég ætla að fyrir að taka hana hérna Ok, til Það var kona hérna sem var að horfa á matreiðslu þátt í sjónvarpinu Kona sem var að horfa á matreiðslu þátt í sjónvarpinu Já, og þegar maðurinn hennar kemur heim og segir við hana hvað fyrir anskotum er þú að horfa svona þátt það er ekki eins og þú kunnur að elda þá segir konan Hvað, horfið þú ekki á klámyndir eða? Ok, ég fekk látið það, mér finnst það svona alveg la-la. Þessi vangju. Nei, ekki, alveg ekkert vangju. Jó, ég elska svona stutta, svona fimmur, eða þú veist, þetta er ekki eins og fimmur. Nei, þetta er bara svona eitthvað stutt tilsvar. Já, mér finnst þessi góður. Ok, hvað ert þú með? Svo er það bara fyrstur upp í 3 atkvæði, svo ringir fólki 511-0957. Já, hérna. Komið að þínum. Ég er að reyna munnan. Já, ok, mannst það ekki? Jú. Ok, hvað er menn? Bara þegar þú ert tilbúinn. Búið að opna þetta síman. Já, alveg. Það er Róni. Já, Róni. Hann er að labba hérna, ráandi eitthvað, hann er á strönd, eitthvað, ekki hérna á Íslandi, eitthvað á Spáni eitthvað. Já. Komið undir morgun og búið að vera djúsa bara í hérna alla, bara marga daga undan. Og rekur hann hérna fótinn hans í eitthvað tjandan svona dettur eiginlega bara í sandinn fyrir eitthvað að kíkja á þetta maður og rífur upp úr sandinu svona flösku, svona andaglas eitthvað og rífur á því tappan maður og upp úr hérna þessari flösku kemur andi og hann er alveg gríðarlega ánægður með að Rónin hafi bjargað honum þakkaði fyrir þetta einsku vinnum ég er búin að vera lokaður í þessari flösku í mörg þúsund ár og þú fær 2 óskir fyrir, segir hann Hvað má bjóða þig, kæri vinnur? Og Rónin hugsa sig í örlitla stund og segir við hann að hann vilja fá brennivínsflösku sem að segja þannig að alltaf þegar hann klári úr henni þá fyllist hún aftur. Ok. Og bara með því að smetla fingri þá er Rónin komið með svona brennivínsflösku, stút fulla áhyggjum maður og hann byrjar að tega hana maður tæmir hana sko. Hún bara skiptir einhver tóðum og hún stút fyllist aftur. Hann klárar það og aftur fyllist hún og hann bara svo verður andinn óþolinmóður og segir ég má ekki vera að þessu þú átt eina óskettir hvað má bjóða þér? Ég ætla að fá aðra svona í það ekki Já, þessu var ágættu líka Águr! Fyrstur upp í 3 Hvað brandari fannst þér betri? Mér fannst þinn betri Kæri hlustandi Góðan daginn Halló Já, daginn Góðan dag, hvor brandari fannst þér betri? Það var Auðvitað Já, hann var helvítið góður Ég hef aldrei heyrt hennar brandara Nei, hann var ágættur sko Alltaf leið Hann var ágættur Já, þetta er ekki þetta mínum upp á þeim en hann var fín Takk hérlega fyrir að ringja Ok, það er 1-0 hér FM Hvor brandari fannst þér betri? Auðun Blöndal Auðun Blöndal, herðu, þá er bara 1 atkvæði viðbót Takk hérlega fyrir þetta og takk fyrir að ringja Hvað er menn ekki að fíla andabrandaraðinn? Nei, síðan er ég með annan FM Bara þeirra Halló, FM fannst þér betri?
Já, Rauðun. Það er Auðun, jæja, 3-0. 3-0? Það er upp í dag. Er þetta ekki upp í 5? Já, ok, höfum upp í 5. Já, ég hlýta að fá 1. FM, góðan daginn. Svona pitti. Auðun Blöndal. Auðun Blöndal, 4-0. Það munaði ekki eða litlu að það er samt ég. Ok, herru, þá get ég klárað þetta hér. FM, góðan daginn. Góðan dag, herru, Auðun, mikið var að þú náður einhverjum góðum brandara. Djöfull. 5-0. Heyrðu. Takk hérlega þá, takk fyrir að hringja. Ég er kannski frekar átt að segja þennan hérna. Ég ætla bara að henda honum. Já, þetta er eins og ég sagði hei brandarinn daginn þegar ég var búinn að tapa. Já. 5-0, vel kjæst. Já, djöfull rústaður. Winning is my fuel. En þetta var brandari, þessi brandari er bara eða þú veist, hann er ekki í keppninni. Nei, gott með hann. Hérna, það eru 2 kindur sem að sitja á hól, einhvers staðar, og þá segir önnur þeirra, þá segir hinn, þetta var akkurat það sem ég ætlaði að segja. Þessi var miklu betri. Þessi gæði ykkur. Reykjavík, Sódóma, Reykjavík, Bogota, no cola, mátt bóka, allt er kóka. Kongunin djók svo við köstum dói, rámi gók, drekk mig í gólf fyrir 12. Set kokki og spilastokk, stjörnustelpur, champion fokk. Vinn ekkert smá vel á þér, í háskerp og háti. Eins og Hjörtur Hás þessi bás að fá sér. Nóa nópal og nórutín, nóa vatn og B-vitamin. Stunna shakes, rauðu Gatorade, Maradona í steik fyrir og eftirleik. Dukku skítur en drasli hreint, hustle og face, býð svo heim. Smell og dreik og netti sleik. Fóta pappa, stráka grei og laumi gei, seg ekki breyk. Ó nei homie, ég so self-made. Oh nei homie, ég so self-made. Oh nei homie, ég so self-made. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingur og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamakrá, kettlingar á súlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamakrá, kettlingar á súlum. Við óreina ljónið með spúlaða lókin. Tóni eins og óðinn því þjóðin vill tónin og ég þvæ mér hendur á því snerti á með lókin. Fuck það. Þeir eig ekki jack, þetta er rockbar. En þeir eig ekki jack, fuck. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Veist hvernig við rúlum, kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kallar og kettlingum og kettlingar á kúlum. Kettlingar á kúlum, kettlingar á kúlum. Þú veist hvernig við rúlum, kallar og kamakrá, kettlingar á súlum. Corona kynnir. Undankeppni Movida Corona, stærstu DJ-keppni í Evrópu á Harlem, 30. ágúst. Taktu daginn frá. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Universal kynnir Kick-Ass 2. Who the hell are you? I'm Kick-Ass. Þau eru mætt aftur til að klára það sem þau hófu. The real world needs real heroes. Aaron Taylor Johnson, Chloe Grace Moretz og Jim Carrey. I'm here to end Kick-Ass. Kick-Ass 2. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt í samstarfi við Coke Zero og Lenovo. Opna Captain Morgan mótið klukkan 9 í kvöld á Bar 11. Skráning á staðnum klukkutíma fyrir mót. Bar 11 og Captain Morgan. Vertu með uppáhaldstónlistina þína í eirónum í marathóninu á laugardaginn. Þeir sem kaupa snjallpakka hjá Símanum fá 6 mánaða Spotify Premium áskrift. Síminn, verð í sterkara sambandi. LG Optimus G snjallsíminn er sá fullkomnasti frá LG. Hann fekk 6 stjörnur af 6 mögulegum hjá virtu tæknitímariti í Danmörku. Er þú búinn að skoða hann? Hann er nefnilega á verði sem kemur þér á óvart. LG. Lífið er gott. 50% afsláttur í Pool til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Lokadagar útsölu hjá E-Label og Evalín, Laugavegi 32. Íslensk hönnun á frábæru verði. Tökum vel á mótið þér. Þú færð ódýru skólavörurnar í A4.
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og það komið að einstakling sem að, komið fastan dagskrálið hérna á miðvikudaginn. Það er Kitty Balda. Það er Perrin Kitty Balda. Já. Og hérna... Þú ert alltaf að biðja eitthvað frá mér, þannig að ég má biðja eitthvað frá þér. Já, hann er að kaupa smáauglýsingar. Já. Það er það sem Kitty Balda gerir. Láta fólk lesa það upp fyrir sig. Já, það er reyndar skemmtilegasta við þennan dagskrálið þegar að einstaklingurinn sem hann er að tala við er að lesa upp fælun. Já. Það láta hann lesa alveg 2-3 upp núna. Já, það er gaman. Já, þetta er ekki flókið, við hringjum í einhver svona bæjarblöð og er það ekki bara Austurglugginn núna, fara Austurlandi? Austurglugginn líst vel á. Já. Ég var að spæja að koma með pínu nýtt þema hjá honum. Já. Hvernig líst þér að hann sé komið með sína eigin nuddstofu? Er það ekki eitthvað svona? Ekki? Hann sé byrjað að nudda. Það er ekta hann, mann. Já. Leitn í lokuðu herbergi með fullt af kertaljósum. Ég ætla að kaupa smáauglýsingu fyrir hann. Tjekka málið. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Já, mér var bent að hringja þetta númer varðandi smáauglýsingar. Varðandi? Smáauglýsingar í Austurglugganum. Málið? Já, smáauglýsingu. Ég ætla að kaupa hjá þér smáauglýsingu. Já, smáauglýsingu? Já. Já, ég er nú staddur á leiðinum stað til þess að taka móti því. Má ég hringi í þetta númer eftir svona innan við 15 mínútur? Þá er ég farin upp í flugvél. Þú farið flugvél, já. Já. Hörðu, ok. Heldur þú getur bara að drita svo blað kannski? Hörðu, ég ætla að stela hérna. Já, ok. Hvað hérna? Ok, já. Hörðu. Já. Já, það er bara svona smáauglýsing, segir þú. Hvað hérna? Já. Hvað ætlaðu að segja? Ég er að byrja með mína eigin nuddstofu. Nuddstofu? Já, sem sagt bara nuddstofa Kidda Balda kynir. Það er nuddstofa. Hvað er Sigga? Nei, Kidda. Kidda? Já, nuddstofa Kidda Balda kynir. Það er Kidda? Já. Balda. Já. Stórt B. Já. Balda, Kidda Balda. Hvað meira? Bara ég er hérna á Sveitabæri eftir utan sem heitir Tröð. Tröð? Já, bara nuddstofa Kidda Balda kynir, komin með kósí lítið sex í herbergi á Tröð. Já, herbergi. Já, það er nuddstofa Sigga. Kidda Balda. Já. Hvað meira? Komur hvað meira? Já, nuddstofa Kidda Balda kynir er Kidda Balda. Já, nuddstofa Kidda Balda kynir er komið með kósí lítið sex í herbergi. Kynir komið með kósí lítið herbergi. Kósí lítið sex í herbergi. Já, kósí lítið sex í. Komið kósí lítið sex í herbergi hérna á Sveitabænum Tröð. Á Sveitabænum Tröð, ok. Þar getur þú komið og látið nudda þig allstaðar. Og lappað sæll og glaður út í lífið. Látið nudda þig og komið... Já, látið nudda þig hátt og látt og lappað allsæll út í lífið. Hátt. Og látið nudda þig hátt og látt og komið... Hvað svo? Já, fullnægjandi endir... Þú getur komið að láta nudda þig hátt og látt og lappa glaður út í lífið eftir fullnægjandi endir. Eða fyrir ekki að höfa glaðan endir. Getur lappa glaður út í lífið eftir glaðan endir. Endir. Ok. Eitthvað símanúmer eða eitthvað? Já, ég er með tölvupost. Ok. beinstífur@tröð.is Eða gretta@gmail. Það virkar líka. Ok, tröð.is. Já, hvernig er það auglýsingin núna? Já, þá er hún svona, það er nuddstofa Kidda Balda.
Kynnir, komið með kósí, lítið sexy herbyggi á Sveitarbænum Tröð. Þar getur þú komið og látið nutta þig hátt og lágt og labbað glaður eftir glaðan endir. Ánægjulegan endir, höfum það frekar þannig. Glaður út í lífið eftir ánægjulegan endir. Já, ánægjulegan endir. Já. Konur á aldrinum 18-25 frá afslátt. Mér er svo gaman að nutta þær. Glaður eftir... Já, glaðan endir. Já, glaður eftir góðan endir, sagði ekki. Já, ánægjulegan endir. Ánægjulegan. Já, góðan ánægjulegan, bara þú veist. Þær fá það. Ok, hvað segir konur? Konur á aldrinum 18-25 fá afslátt hjá Kittabalda. Já. Og gaurar gleymið þessu. Hafa það í lokin, þannig ég sé ekki að fá ykkur að perra hana. Þá ætti hún að vera til. Hvernig er hún þá núna? Ok, þá er það nú, þá er það þannig, þá er það Nuddstofa Kittabalda Kynnir. Komin með kósí lítið sexy herbyggi á Sveitarbænum Tröð. Þar getur þú komið og látið nutta þig hátt og lágt og labbað, já, það út ekki verið á glöð eftir ánægjulega endir. Jú. Ok. Þá kemur á konu 18-25 á afslátt hjá Kittabalda. Gaurar gleymið þessu, ok. Já, gaurar gleymið þessu, upprópunum er ekki. Já. Já, og bara áhugasamið sendið á beinstífur@tröð.is eða gretta@gmail. Já. Ok. En hvernig greiði ég þér? Hvert sendi ég reikningi svo? Já, hvert sendi ég reikning? Þess að ég þarf að fá ekki að fyrir hvernig ég á að senda... Já, ok, sendu það bara á beinstífur@tröð.is. Já, ok, það er reikningi að það. Já. Ok. Herru, þakka að kella fyrir þetta. Ok, bye. Já, bless. Þá er komin enn einu auðlýsingin hjá Perrellinu. Hann er komin sér að... Veistu hvað var eiginlega uppáldið mitt? Það var að segja Nuddstofa Kittabalda Kynnir. Það var eitthvað... Þetta er bara gæinn og hann standur auðvitað. Það var mikið að gera hann þetta. Hann var að reyna að lesa þetta látt upp og hann átti svo erfitt með að byrja að lesa. Þegar þú sagði, hvernig ljómar hún það núna? Það kom alltaf að það lif. Kósí lítið. Þetta var Kittabalda perrin okkar og já. Þetta er gaman að. La la la, hér með Naughty Boy í FM 95 Blu. Ógætislag hér að ferð. Heitir þetta lag La La La? Já, La La La. Það er ekki flókið. Nei, hvað helst það með þetta? I'm covering my ears with when you sleep. Já, það getur heitið það líka Anders. Það er eitthvað svona, Hann segir það í laginu, ekki? Já, en skiptir engum máli. Nei. Skulum ekki velta okkur upp úr því. Ég var að lesa hérna á FM preppinu, þetta er svona sem við fáum sendt hérna útvarpsmenn landsins. Já. Að að vera að gera eitthvað könnun núna í Bandaríkjunum. Já. Og 35% af þeir sem tóku þátt í þessari könnun sögðust að hafa sendt SMS í svefni. Og það er, já, ég ætla nú bara að byrja, ég hef aldrei gert það, sendt SMS í svefni, maður myndi alltaf sjá það daginn eftir. Ég hef aldrei séð SMS sem ég kannast ekki við, jú ekki þannig að ég hef verið ölvaður en ekki sofandi. Þetta er... Oftast mann maður nú líka eftir SMS-ánni sínu þó maður að veri. En sko, þú veist, þá er þetta vantalega, af því ég meina maður hefur lesið um fólk sem maður hefur gert verri hlutir heldur en að senda SMS í svefni, sko. Já, ég var að fjalla... Bara sumir hafa fram í morð, sko. Ég vaknaði upp á fjalli, sko. Upp á fjalli? Já, ég... Gengur í svefni? Já, rosalega mikið. Auðvitað Blöndal. Ég var eins og mættir í úlingaunna bara þegar ég vaknaði upp á fjalli. Nei, þú lýgur. Nei, ég var að fara að gróðurstið. Bara klukkan 3 nóttina eitthvað. Vá, hvað mér langar til að sjá þetta? Já, sko, flesti vinir mín hafa með þess að sé mig, sko, labbaði svefni. Gerði mikið af því. Nei! Ég hef einu sinni orðið vitna manni. Ég var nú að vinna með einu sinni orðið vitnaði þegar hann labbaði, gekk í svefni, bara fyndi hann sem séð. Já, þetta var orðið vesinn hjá mig, sko. Það ætlaði að fara að míga yfir fullt af skópörum og eitthvað. Já, ég var á eftir honum allan tíma, bara skríkjandi svo smástelpa með þessu fyndi. Þú ert með opin augun og tala bara venjulega og þetta sker í sitt, sko. Ég hef náttúrulega aldrei séð sjálfan með labbi í svefni en eins og ég segi, flesti vinnir mínur og fyrirrandi og svona. Ég með þess að lendi verra
og þetta dagsatt og bara agalegt með þess að segja frá þessu sko, að fyrrverandi, hún Lilja, hún vaknaði eins og það, þá var ég með kotta á hausnum á henni sko. Nei. Já, en ég var ekkert eitthvað á fullum krafti. En þú ætlaðir off henni. En hún fekk taugaáfall sko, hún bara, hvað ert að gera? Og þá vaknaði ég bara, þú veist, þá var ég bara sofandi, skilur, mörg ár síðan. Þannig að það svona með því verra. Jú, líka mamma elti minn þegar við byggum á 4. hæð á Sauðárkróki, þá var ég bara 11 ára í blokk, þá var ég út á Sölum og þá fekk mamma alveg sjokk, þá var hún að láta sálfræðing tala um mig. Þú ert að grínast þetta? Nei, ég held að þú vissi þetta, Sveppi vissi þessu. Ég vissi þetta ekki. Nei, ok, Sveppi, með svo séð mér lappi í svefni þegar vorum í fríka úti, sko. Hann held að ég var að stríðast. Nei, mér langar að sjá þetta, maður. En ég hef aldrei sendt SMS í svefni. Nei, ég meina, það er peanuts við hliðin á því að standa bara upp og ráfa eitthvað í burt. Já, reyndar, sko, reyndar. Ég meina, ef þú ætlar að senda SMS í svefni, þú veist, flestir orðið í dag sofa bara með síman við hliðin á sér. Já. Þess vegna er þetta orðið svona algengt, það stendur einmitt hérna sko. En ég meina, hverjum eftir að senda sofandi? Og hversu, er þetta ekki líka bara lélegasta afsökun sem þú getur fyrir? Spáði og sett kannski eitthvað skotin í eitthvað stelpu. Ég er bara að fara eitthvað að senda eitthvað. Já, væri til að hitta þig eitthvað, finnst þú sæt? Svo bara farið tilbaka, nei, ég er góð eða eitthvað svona, ekki alveg til í það. Hei, það er lítið spelið. Eitthvað svona. Sannlega daginn eftir. Ég var sofandi. Varst þú að senda hann að þig, það er lítið spelið? Já, nei, ég hef örgulega verið sofandi þegar ég gerði það. Ég sendi mikið SMS-um í svefni. Þú reyndir að drepa. Nei, þú reyndir að drepa manneski. Það var ekki þannig. Ég var ekki að reyna að drepa. Þetta var ekkert, ég var ekkert sko, ég var ekkert að bíti í neðruvörun og þrýsta kottanum með einhverjum krafti, en hún var náttúrulega fekk sjokk bara því hún vaknaði, ég var bara með kottan svona frá honum. Ég var ekki að gera neitt sko. Ég hef alltaf hlegið sko. Ég hef stundum svona í gegnum tíðina þegar maður lesið fólk aðal í Bandaríkjum sem hefur svona gengið í svefni og sko, það hefur maður verið sýknað fyrir morð því að hann náði að samfara kviðdómum að hann var í sofandi sko. Hælt í? Það er rosalegt. Þannig að þetta er, en þú talar ekkert í svefni eða lappar? Nei, ekki sem ég veit sko. Ég hrít á það til að hrjóta svakalega. Það eru að finna að sjá því lappa maður með þinn mörgjars að lappa maður. Mig langar að ganga í svefni sko, ég væri til í það. En ég að við þetta vandamann að stríða. Það var æðislegt. Þú ætlar að finna með það. En líður þér ekkert illa svona eftir það? Þú veist, einhver búinn að segja. Ég náttúrulega veit aldrei af þessu sko. Nei, en hún er náttúrulega B1 sko. Ég bara, það er minna, ég sagði Agli frá því en daginn, hann hló nú ekki lítið, vorum að fá okkur að borða á annan tæ. Hvað ætla sé, mánuðu síðan eitthvað. Þá var ég svona, ég sé 6 vikur síðan. Þá vaknaði ég sófanum inn í sjónvarpsherbyggi. Mástu hliðarúmið sem er þetta vinstra með það sem skengurinn er geymdur. Þar lá ég í felum þegar ég vaknaði. Hversu sorglega. Og ég var að segja, núna bara er ég einn heima, fattar þú? Engin kærast en eitt sem ég getur eld og satt bara kotið býr rúm. Þannig að þá vaknaði stundum í svona ruggli. Ráfandi íbúðina bara. Já, ógeðslegt bara. Guður rugglaður bara. Skjöldlóttur. Pippasveit. Það verður ekkert með það að gera sísk. Ráfandi. Að fela mig bak við sofa. En þetta er samt búið að minka rosalega. Það er að jákvæða þessu. Þetta er minka mikið. En ég væri til í setja upp kamerur heima hér. Já. Fá að sjá þetta. Fá að fylgjast með þessu bara. Já. En ég má vist ekki horfa það sjálfur. Það er eitthvað sem segja með það. Wow. Það er eitthvað hættulegt. Aha. Þú mátt sjá það. En minna, hvernig hættulegt? Ég veit það ekki. Springur á þér hausinn? Já, það hefur gerðist úti. Það sprakk á hann hausinn. Það er rosalegt. Það viljum við ekki. Nei, fáum lægjaleiðinni heim og annað hér eftir smá en auglýsingar fyrst. FM 957 og OK-búðin kynna Back to School Instagram-leikur OK-búðarinnar. Sendu inn mynd á Instagram af þér við að æfa einbeitinguna, sama hvernig þú gerir það. Mertu myndina með tagginu OK-búðin og hashtaggaðu einbeiting á Instagram og þú ert komin í pottinn. Leikurinn fer fram frá 12. ágúst til 7. september. Verðlaunin eru ekki af verri endanum. 2 heppnir þáttakendur verða dregnir út á handahófi og vinna glæsilegar fartölur frá OK-búðinni. Önnur fartölan verður dregin út kringum 20. ágúst og hinn þegar leiknum lýkur þann 7. september. FM 957 og OK-búðin fara back to school með fulla einbeitingu. Hlust eins og vindurinn. Þú getur þetta. Já. Hlauparar, munið að skrá ykkur á hlaupastyrkur.is og safna áheitum. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Egilskuld kynnir. Tónlistar og kvikmyndakviss alla 50 daga klukkan 8. Spurningum varpað á risaskjá. Tilboð og gull. Láttu sjá þig. English pub við Austurvöll. Egilsgull. Ég
Skólinn fer að byrja. A4. Verum duglegri, duglegust. Óvænt útgjöld setja oft strik í reikningin. Hjá Hraðpenningum getur þú fengið lán hratt og örugglega. Við hjálpum þér að brúa bilið. Hraðpenningar.is. Tökum flugið á menningarnótt með flugfélagi Íslands. Superfrú og Samaris í Hliðarsal Hallem á menningarnótt ásamt Ghost og Björs og Brunahanda. Sjáumst. Allt í skólan á lágu verði. Grippill, alltaf ódýr. Áskrifendur í Stöð 2 Vild fá veglegan afslátt hjá samstarfsaðilum Stöðvar 2 í ágúst. Frábær tilboð hjá GAP hjólabúðinni, Skemmtigarðinum Grafarvogi, Skemmtigarðinum Smáralind, World-Class, Rocky Reykjavík, Ritz og Pizza og margt fleira. Kynntu þér tilboðin nánar inn á stöð2.is. Það margfalt borgar sig að vera í áskrift. Stöð 2 Vild er snillt. FM 95 Blö á FM 957. Gauti og Pétur Jóhann í FM 95 Blö. Justin Timberlake og lagið Tunnel Vision. Þetta finnst þér flott lag? Já, mér finnst það mjög flott. En finnst þér það ekki það? Já, ég verður vissi að þér finnst það svo flott. Já, þú ert alveg ágætist Justin að dandi líka, ekki? Timberlake? Já. Já, gaman að þessu. Hann er gaman að þessu. Þetta skárið er Justin Bieber. Já, allt öðru leveli. Hann er svona, hann fattaði upp á Justin fyrst, sko. Já, hann ásaldið Justin nafni. Bieber er svolítið að elta hann. Já, JT er svalari, sko, heldur en JB. Já. En nú er menningarnótt á Samt þegar þú segir þetta svona. JT, JB. Já, því ég kalla Jóhann Berg oft JB. Já, ok. Það ég tekit aftur, mér veist Justin Bieber meira. Já. JB? Stundum. Já, ok. Sonin? Já, son minn, já. JB, góðu? Nei, ekki hann. Ekki við hann? Nei, ég er að tala um hann svona. Já, ok, menn þú og sonuðinn sem er einsás eitthvað, þeir eru ekki konið með svona slangur heima þeir. Ekki ennþá. Hey, JB, góðu? JB, slakaði rækjusamlöku á pappaðinn. Slakaði, PJ. Hvað er annað að gera? Þú er ekki gott að rækjusamlöku? Já, það er... Ég má ekki borra rækjusamlöku. Akkur? Ég var að hlaupa á laugardaginn. Já, ég ætlaði að mynda að minnast á það. Það er menningarnótt á laugardaginn. Þetta er híkað. Það er komið að stóru stundinni. Nú styttist í það. Búið að auglýsa þetta út allt. Og maður getur hvergi keyrt á hans að sjá þetta fallega fjestitt. Já. Og ertu tilbúinn? Nú ætla ég bara að spyrja bæði fyrir mig og hlustundur. Ég er actually forvitin, ég hef ekkert rætt þetta við þig. Ég er tilbúinn. Er það? Já, ég held það. Þú ert búinn að vera að æfa það á fullu og... Sko, já, ég er búinn að vera að æfa mig á fullu. En ég reyndar búinn að svíkjast undan þessa núna. Ég reyndar má ekki hlaupa mikið þessa vikuna. Nei, nú áttu að hvíla bara, ekki? Já, ég var í veiðiferð. Já. Ég menn nú ekkert, þú veist, maður er ekki beint að hvíla sig það. Nei, maður ráfandi í reiðileysi bara íslenska náttúru. Kannski bara hlaupa á staðnum? Jú, ég gerði það maður. Nei, en ég er tilbúinn. Ok. Hvað ertu búinn að hlaupa mest núna? 14. 14 kilometra? Já. Þetta eru 7 í viðbót? Já, það er ekkert maður. Þú ert ekki að fara að slána inn meta, þú ert ekki að fara að setja inn með tíma, en það er ekki það sem þetta... Nei, það snýst ekkert um það. Nei. Það sem þetta snýst um og það sem ég er í raunin ánægast með, því ég var nú bara að tala við hann Begga hjá Íslandsbanka bara í gæra fyrir þetta. Hann var að segja mér að það væri sko sem sagt 110% aukning á þáttöku frá sama tíma í fyrra. Já, ok, ekki. Það er magna. Já. Það er allt með það. Já. Það er mikið af fólki sem hugsa með sér. Það er virka. Já, nei, það er bara mikið af fólki fyrst að grínhlungurinn og Hafnarfjörður getur þetta. Þá ætla ég að gera þetta. Já, lít ég að geta. Fyrst að kartöflupókinn Pétur Jóhann Sigfússon getur hlaupið hálfmaraþon og lít ég að geta hlaupið 10 km. Já, nei, síðan er annað sem að má hafa í huga líka. Því það er nú ennþá hægt að skrá sig. Já. Það er hægt að skrá sig að það er skráningar hátíð í Laugardalshöll á föstudaginn, allan daginn, sko. Ok. Milli 10 og 7 held ég. Já. Þannig að, þú veist, og þeir sem eiga eftir að skrá sig og er eitthvað rægir við það þarf ekkert að hlaupa alla leiðina. Það er allir einhvern veginn svo fastir í því. Já, þú fórst 10 km á 2 tímum, þannig ekki verið að hlaupa. Nei, ég fór 14 km. Ég fór 14 km á 2 tímum. Þetta er gaman að sjá þig fara 14 km á Blöndal. Á 2 tímum? Já, ert þú að hlaupa eitthvað? Já. Nei, þú ert bara að lifta lóðum og drekka hámar. Komin í fótbolta eftir og svona. Þú ert að hlaupa í fótbolta. En ég skal alveg viðurkenna, ég er ekkert viss sem ég geti hlaupið 14 km. Ég er stolt fyrir það, Pétur. Fyrir utan það, þá skiptir ekki máli. Þú bara velur þér vegalengd og ferðana bara á þeim hraða sem að þú kýst, skilur. Það er tími. Þetta er svo ég hef aldrei hlaupið í marathon. Þannig að ég hef engan tíma til að miða við. Nei, nákvæmlega. Ég er að fara að búa til minn fyrsta tíma
á laugardaginn. Síðan það mitt að reyna að bæta hann kannski eftir ár. Heldur þú verður aftur með á næsta ári? Ég spáði þetta verið fyrsta og eina skipti sem þú tekur þátt í þessu marathoni. Viltu veðja? Nei, þú veist ég veðji ekki. Nei, þú veðjar ekki. Ég hef ekki veðjað sem ég var búin að gleyma því maður. Ég hef ekki veðjað sem ég baði að geima peningi minn í Hollands Casino. Nei. Og mátti ekki fá hann aftur. Já, það bara, ég gleymi því aldrei. Þú klúðraður því, þú lest með hafa hann, við tapum hann. Já, það var líka því þú varst að fara að hóta þig að berja. Þú sagðir, þú baðst mig að geima hann pening fyrir og sagðir, sama hvað, ekki láta mig hafa hann pening. Já, af því ég ætlaði bara að tapa 100 eurum. Og svo lestu mig að hafa restina. Nokkrum Captain Morgan í Red Bull síðar. Hvað höfum peningi segir lítið á? Nei, auðvitað, þú baðst mig að geima peningi. Ég veit hvað ég sagði við, komdu peningi. Hvað ætti þú að segja nei? Ég hef búin að segja þig, sama hvað ég myndi segja, ekki láta mig hafa. Ég sagði margóft nei, við lendum í því líku þráttið þarna og það var orðið þannig að þú veist að það voru allar æðarnar farnar að tútna út á þér að hálsinum og stóðum bara Shittur, komdu með þetta, ei stútarinn og eitthvað bara, þú veist, það voru dýraverðir hann í kringfattir að horfa á okkur og svo. Það var ekki svo slæmt, en þú lést með hafa hann. En já, ég bara óskar allsins besta á laugardaginn, Pétur. Þetta verður gaman. Þú átt eftir að massa þetta? Já, ég hef engar ágjur. Við ætlum að fara núna í lag sem í miklu uppáldi á mér og hefur mikið verið spilað í þessum þættu upp á síðgæsti. Lagi á leiðinni heim? Nei, það er svo hérna næst. Það er fyrst þetta. Wait for me. Geggjalag. Já, þú ert skotin í þessu? Já, mjög svo. Þú ert svo rómantískur. Finnst þér þetta rómantískt lag? Já, þetta er svolítið róma. It's all better now. Já, þetta er kannski eitthvað smá rómantík í þessum. En það er hins vegar komið að lokum hér hjá okkur í FM 95 Blöð. Við erum aðeins eftir að fara í lagið á leiðinni heim sem býður hér og það er svona í rólegri kantinu líka. Þannig kannski er þetta eitthvað voðalega rómantík hjá mér hérna. Já, þú ert mjúkur maður. Já, mjúkur þegar kemur að tónlist. Já. Rómantíkin svífur yfir vötnum hjá þennu Blöndal. Jú, segðu. Vetur konungur nálgast. Já, haustið er að detta í hús og... Já. Hvernig kvöldi hjá Peter Joe? Þá hlýtur það líka skapið næstöðun að spyrja þig hver er konan í lífiðinu? Það er eitthvað spurning. Já. Þú ert lítið fyrir konur eða ekki? Nei. Þannig að þú tjaldar réttu megin við lækin eins og við segjum. Já, allavega, heillast að því kynni. Já. En hvernig stendur á því að það er engin kona í lífi Auðuns Blöndal sem er, einn vinsalasti, dagskrárgerðan maður og útvarpsmaður á landinu? Ég bara veit það ekki. Get ekki svarað því. Það hlýtur að spyrja hverju sætir? Já, þetta er mjög góð spurning og ég get ekki svarað henni. En ég meina að þú hefur engin svona líti á líkamannum sem að við sjáum ekki við venjulega fólkið? Nei, ekki svo ég viti. Ertu kannski með hala á raskatinn? Ertu með einhverja vangi út úr bakinu? Hvað er aðeins Auðun? Ég bara veit það ekki. Þetta hlýtur að blessast. Einn daginn. Hefur þú trú í þínu hjarta Auðun að svo eina rétta sé þarna úti? Já, ég man eftir því 33 ára Pétur þannig. Já. Þá var ég mikið með þig. Þá var ég að reynda 25 en. Þú hefur engar stórar áhengjur? Nei, ekki ennþá. Svo ég með þá. Kannski fólki í kringum með hann. Já. Það hlýtur að reddast. Fyrir rétt. Við kveðjum Auðun Blöndal á þessum fallegu orðum og vindum okkur í gæðamúsík hér. Já, við ætlum að fá lagið á leiðin heim en við ætlum að kveðja fyrst við Pétur. Búinn að vera með ykkur síðan 4 í dag í Fanta Feeling. Takk vel til Rikka G. Hann er á leiðin í stúdíóið og verður með ykkur til 9 í kvöld. Svo minni ég á mig og Steinda Junior á morgun sem er komin á 50. Og við verðum með einhverja Íslandi ykkur frá 4 til 6. Takk kærlega fyrir hlustun í dag. Pétur, takk fyrir daginn. Takk sömuleiðis. Alltaf ég hef gaman að vera með þér. Heiðurinn allur mín megin. Nei, hann er gjörsanlega mín megin. Nei. Og þar sem að ég rúllaður upp í brandarakefninu 5-0, þá fekk ég að velja lagi á leiðinni heim. Já. Og það er lag með hljómsveit sem heitir Coldplay og lagið heitir Scientist og er í miklu uppáldi á mér. Já, hérna. En aftur hlustendur, takk kærlega. Ljúfir og rólegir tónar frá Auðun Blöndal. Já, þetta er eitthvað kósi. Það er rigning og súld út í maður. Takk fyrir daginn. Þá vill maður techno. Leikirnir í enska boltanum í beinni á Players við Gullinbrú í boði Carlsberg. Á hverju ári greinast að meðaltali 737 karlmenn með krabbamein. Við ætlum og verðum að fjármagna nauðsynlegt tækjakaup Landspítalans til geislameðferðar. Sýndu þinn stuðning. bláinaglin.is
Ertu búinn að nýta þér afmælistilboð Dominos? Allar stórar pizzur á matseli á 1390 krónur ef þú sækir. Og það er svo sannarlega ekki allt. Í dag fá 20 hættir viðskiptavinir glæsilega gjöf frá okkur. Samsung snjallsíma frá símanum. 20 hættir viðskiptavinir geta á tjattað eins og engin sé morgundagurinn í nýjan snjallsíma. Pantaðu með appi. Á netinu verið síma 58-12345. Dominos. Hjá Múla er kostnaðurinn alltaf sýnilegur. Ást, friður og Múla. Múla.is. Peningar á mannamáli. Ölver, pool, dart, karaoke. Ölver Glæsibæ. Sportbarinn.is. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi.